sæl og verið velkomin í sérstaka umfjöllun Íslandsmótið í holukeppni sem framfór í Borgarnesi á Hamarsvelli helgina. Gunnar Hansson heiti ég. Já, og Jón Júlíus Karlsson heiti ég. Þetta byrjaði í karlaflokki, við byrjum á karlaflokkinum. Það voru 8 4 manna riðlar og það var nú ansi snúið að komast upp úr þeim. Segðu okkur frá því, Jón. Já, það er sérst aðeins einn kylfingur sem kemst upp úr hverju riðli, þannig að allir spilaði 3 leiki en sá efsti kemst áfram. Já, það var hörð barátta og hér sjáum við þá 8 sem komust í 8 manna úrslitin og hér sjáum við hvernig þeir leikir fóru. Sem sagt í undanúrslitunum lék Guðjón Henning Hilmarsson á móti Rúnari Arnórssyni og Birgir Guðjónsson lék við Guðmund Ágúst Kristjánsson. Og við skoðum stuttar svipmyndir frá þeim leikjum. Hér sjáum við Guðmund Ágúst sem að í rauninni var engin spenna í undanúrslitunum. Nei, það voru 2 geringar sem ætti þetta, annars vegar Guðmundur Ágúst og hins vegar Birgir. Birgir stóð sér vel og komst upp úr riðlinum og já, þótti líklegur til þess að gera skráið við stóru nöfnin. Já, það fór nú ekki alveg þannig í þessum undanúrslaleik því að eins og við sjáum, þannig fjölskylda Guðmundar Ágúst, þau voru bara afslöppuð því að hann var nokkuð örugan sigur. Já, Guðmundur Ágúst var að spila mjög vel. Sama tíma var Birgir kannski ekki alveg að spila jafnvel. Ekki þessum undanúrslaleik. Nei. Og hér sjáum við, þetta er á 15. braut. Já, hann er fljótt að refsa eða flötin hann, það sést kannski ekki vel á myndunum en það er talsverður halli hann niður, hann er auðvitað að missa boltan frá sér. Og þarna sjáum við á 15. flötinni kláraðist þessi leikur og Rúnar Arnórsson sem var í hinnum undanúrslaleiknum, hann kláraði sinn leik svo snemma að sjónvarpsmenn voru ekki einu sinni komnir á staðinn. Já, hann var sjóðheittur á því morgunin. Já, hann vann sinn leik 5-4 á meðan hinleikurinn hjá Guðmundi Ágústi og Birgi fór 4-3. Þannig að þeir mættust í úrslitum, Rúnar Arnórsson og Guðmundur Ágúst Kristjánsson. Og hér erum við komin bara á fyrstu braut í úrslita leiknum. Þetta var hörkurimma. Já, þetta var svo sannarlega spennandi leikur. Já, það var byrjað að blása dálítið vel þarna eftir hádegi á sunnudeginum. Hér sjáum við 3. höggi hjá Rúnari, hann var á stuttur inn á högginu og þetta, hann skildi nú eftir dálítið. Já, þetta er pressupút eins og við kallum það. Já, og þetta er fuglapút hjá Guðmundi Ágústi og hann nær örugu pari, fær þetta gefið eins og kannski flestir ætti að vita þá má andstæðingurinn gefa hinnum pút í holukeppninni. Já, það er vantarlega gott að byrja á því að fella fyrstu hóluna á svona góðu parpúti. Já, og þetta var nú svolítið undanfari að því sem að koma eftir því að Rúnar pútaði alveg gríðarlega vel sérstaklega þarna til að byrja með. Þá erum mættir á aðra hólu og þetta er skemmtileg par 3 hóla sem er slegin niður vatn. Hún var með ansi sterkan hliðavind frá hægri til vinstri. Þeir eru báðið með svo sem bara ansi fín högg miðað við þennan vind. Já, það er svona eðlilegt að vindurinn grípa hans boltan og ber hann þá til vinstri frá þeim séð. Þetta var falleg mynd þarna yfir völlin í Borgarnesinu, hann gríðarlega fallegu völlur. Já, mjög skemmtilegt vallastæði hann í Borgarnesi og völlur sem alltaf gaman er að kíkja á og spila. Já. Þannig að Rúnar var aðeins og stuttur í sínu púti og Guðmundur aðeins og langur. Guðmundur alltaf ekki reynilega að hirða hann fyrstu hóluna í leiknum. Já, hann kannski hélt hann hefði unnið fyrstu hóluna en ekki náðan henni. En þarna fekk hann að kenna því að vera aðeins of ákveðin í þessu aðpúti. Já, hann var kannski þetta var nú bara lélegt púti á hann, það var sett alveg eins og Parpútið. Já. Þannig að Rúnar tók aðra hóluna og var komið með 1 hólu forskot. Já, það voru mættir á 3. braut og það er nú ansi svona krefjandi par 5 braut. Sérstaklega í þessum vindi því að vindurum var beint í andliti. Stífur mótundur og kylfingar ná ekkert inn á þessa braut í 2 höggum, þannig að þeir spila þetta sínu 3. höggi. Já, í rauninni áttu þeir eftir þarna bara 100 metra í 3. höggi sko. Já. Og sáum að Guðmundur fór aðeins og stutt á meðan Rúnar fór yfir flötina. Já, flötin er upp á svona litlum hamri hérna sem að erfitt er að hitta, sérstaklega á löngu færi. Já, en Guðmundur tryggir sér hérna parið. Þá er þetta 4. höggið, þetta vipp hjá Rúnari. Sérstaklega vel gert hann hjá Rúnari. Hann mátti ekki miklu muna, hann setti bara í fuglinn. Þá erum við komin á 4. braut. Rúnar á þarna ennþá 1 hólu. Þarna var einmitt, það er ekki síður erfitt að slá þessi innáhögg þegar vindurinn er svona mikið í bakið. Já. Eins og við sjáum þarna, það er erfitt að stoppa boltan. Já, flatirnar voru svolítið harðar og þannig að boltinu var að renna hratt á flötunum.
kannski erfitt að ná honum akkurat til þess að stoppa í inn á högunum ef hann lendir. Já, ef hann lendir í rauninni eins og sáuðu hvernig Guðmundur Ágúst spilaði þetta högg, hann hélt honum nokkuð lágum og rúllaði honum inn í rauninni og leyfði vindinum svona að hjálpa honum síðustu metrana. Fékk mikinn spuna á boltan. Þarna skilur Rúnar eftir óþægilega lengd fyrir parpútinu og þetta er fuglapút hjá Guðmundi og það er eiginlega ekki hægt að komast mikið nær en Hann þetta. er grátlega nálægt í að setja niður fugl þarna og jafna leikinn. Já, en þetta er að sjálfsögðu gefið. Þá á Rúnar eftir, hvað held að séu, 1,5 meter. Þetta er nú vel gert hjá honum. Já, en hann eins og við segjum, hann var bara ansi öruggur í pútunum. Og hér eru við komin á 5. braut og þetta var Rúnar með sitt annað högg inn á flötina, nokkuð vel gert hjá honum. En nú skulum við taka vel eftir höggi hjá Guðmundi Ágústi. Hann fór aðeins út fyrir brautina, hægra megin. Smá vandræðum. Takk eftir þessu. Boltinn lendir inn á og í stöngina. Já, heyrist þegar boltinn smellur í stönginni. Já, og ef hann hefði farið í hana miðja það jafnvel geta dottið sko. Þarna sáum við fallegt nýtt hótel við Borgarnesvöllin. Já, það er talsveit vinsælt meðal sérstaklega erlendra gesta hér á landi. Já, og svo er jafnvel hópar að fara úr bænum og gista eina nótt og spila golf kannski báða dagana. Já. Þannig sáum við Guðmundur Ágúst tryggði parið sitt og Rúnar hélt áfram að vera öruggur í þessum pútum sem er nú ansi dýrmætt. Þeir sem hafa spilað holukeppni vita að það er ekkert auðvelt að púta þeirra svona mikil pressa á manni. Nei, og hvað þá ef að Íslandsmeistaratitill er í húfi, þannig að ég reyndar þekki það ekki alveg en hann sem sagt heldur þarna einnar hólu forskoti. Á 7. braut þá lagði Rúnar upp og það var sterkur meðvindur á þessari braut. En Guðmundur Ágúst sló uppásöki sem að lendi inn á flötinni en það var líka erfitt að stoppa hann þar. Þannig að hann endaði þarna aðeins yfir hana. Já, þetta er stutt par 4 braut þannig að kylfingar geta reynt að slá inn á flöt í uppásökinu. Þetta gerir hann vel og tryggir sér fugl. Þá átti Rúnar eftir, hvað ætli þetta sé ekki, 3-4 metrar. Reyndar er hann... Þetta er frábært pút hjá hann. Já, algjörlega. Og hann er hann búinn að setja í 2 nokkuð löng pút á 1. og 7. til þess að fella hólur. Já, er yfir í leiknum. Já, og er yfir einni hólu yfir og það var skemmtilegt að sjá hvernig Guðmundur Ágúst fagnaði þessum fugli. Já, alltaf stutt í glensi á Guðmundi. Já. En þá erum við komin á 7. braut, hún var ansi erfið líka og það er par 5 braut eins og svo 3. og einmitt líka eins og svo 3. beint á móti vindi. Og þarna var einmitt engin sjans að ná inn á í 2. Nei, og Rúnar skýrir vel hann slær bara hann að miðja flöt. Það er óþarf að reyna við pinnan, hann er erfið stað. Já, Guðmundur Ágúst svipa langt frá með sitt 3. högg. Hann var nú aðeins of grimmur í þessu. Já, þetta er það sem gerist þegar þú sækir pinnan sérstaklega þarna, flötin kastar boltanum bara frá sér. Já, en hann ákveður að taka púterinn þarna fyrir aftan. Það voru einmitt nokkrir að veltaði fyrir sig hvort að þetta væri rétt valið hjá honum. Þetta gerir hann nú bara ansi vel. Já, það er ekki að kvartið þessu. Nei, og tryggir sér nánast parið sitt. Þá er það fuglapútið hjá Rúnari. Já, til að komast 2 upp í leiknum. En það vantaði aðeins upp á þetta. Já. En báði með nokkuð örugt par þarna. Þannig að ennþá eftir 7. braut átti Rúnar eina hólu. Já, þá skellar sér á 8. braut sem er hótelhólan eins og hann er oft kallið í Borgarnesi. Liggur við hliðin á Hótel Hamar. Og þetta er ansi vel gert. Þarna eru við afturkomni, þetta er það mikill meðvindur, það er erfitt að stoppa boltan eins og við sáum því að þetta var gríðarlega gott högg en hann ætlaði bara aldrei að stoppa. Rúnar aftur á móti var aðeins og stuttur í uppásökinu og átti þá snúið vipp eftir sem hann gerði mjög vel. Sjáðu þið hvað hann þurfti í rauninni að nánast að stoppa hann á staðnum. Fekk góðan spuna boltan sem að hægði á hann. En hann er samt engan veginn öruggur með parið sitt. Guðmundur Ágúst með fuglapút. Já, þetta er frábært pút, tryggir parið og setur pressuna algjörlega á Rúnar. Og Rúnar á sem sagt þetta til að fella hóluna. Og hann er ekki hættur með púterinn þessi drengur. Já, maður getur ímyndað sér að Guðmundur Ágúst hafi verið svolítið pirraður á þessu tímabili. Já, hann búinn að setja hann að góða pressu á hann í allavega í 3 gang. Og alltaf fellur Rúnar
hóluna með flottum pútum. Já, en svo á 9. braut þá mistu þeir báðir upphafsökin sín þó nokkuð hægra megin. Þið sá að Rúnar var hérna í þó nokkuð betri stöðu reyndar og náði að koma boltanum inn á flötina eins og við sjáum reyndar ekki í hann var framalega á flötinni, en Guðmundur Ágúst var bara í skóarferð svo kallari. Það var mjög erfitt að komast að boltanum og eins og við sjáuð þá var ekki mjög gott högg sem kom út úr því. Nei, hann reynilega átti bara erfiðleikum með að finna boltan aftur. Hann var í smá tíma að finna hann inn í grassinu, hann var þykkt inn í karganum hann við hliðin á trénu. Já, var í rauninni bara í enn verri stöðu eftir þetta annað högg, þannig að hann þurfti að taka víti og þurfti að slá fjórða höggi sitt inn á flöt. Þannig að þá átti hann á brattan að sækja á móti Rúnari. En þetta gera hann enda mjög vel og á kannski smá möguleika á skolla. Já, það er að treysta á að Rúnar geri mistök. Já, og þetta var nú kannski ekki allt og gott aðpút hjá Rúnari, þannig að hann er allan ekki með örugt par og þetta pút fyrir skolla hjá Guðmundi vildi ekki í, þannig að þá mátti Rúnar í raun og veru þrípúta þetta. Já, þannig að hann vann þessa braut. Já, og komið þá 2 upp í leiknum þegar ringurinn var hálfnaður. Svo komum við á 10. braut, þá misti Rúnar eiginlega alveg upphafsöki sitt, bara það var einhvað sem kom fyrir hjá honum. Hann hefur líklega bara grándað. Já, slegið feitthögg eins og einhverju kallaða. Já. Þannig að hann átti, þetta er á meðan Guðmundur var alveg við hliðin á flötinni og hann slær þessi högg virkilega vel og tryggði þau nánast bara í hvert skipti sem að fær þetta gefið, þannig að Rúnar þarf að setja niður krefjandi pút til þess að fella hóluna. Og það hófst ekki þetta skipti, ekki eftir þessi 3 góðu skipti áður. Þannig að Guðmundur vinnur sína fyrstu hólu í leiknum á 10. braut. Já, og þá á Rúnar eina. Svo komum við það má nú eiginlega segja að þarna hafa orðið dálítið kaflaskipti í leiknum, því að það sem að gerist hérðan í frá það er einnig sneri Guðmundur leiknum svolítið sér í hag. Já, þeir slá hérna á 11. brautinni og pinnastastningin er mjög erfið. Það er bara frábært höggja á Guðmundi að koma honum innan við 3-4 metra frá hólu. Og meðan Rúnar er aðeins fyrir utan flötinu en ákveður að púta þar. Reyndar ekkert rosalega langt púta og gerir þetta vel. Hann átti alveg ágætis möguleika á að ná fuglunum þarna og þá er það Guðmundur með sitt fuglapút. Já, það fagnar þessu vel. Fyrsta svona alvöru púti sem dettur niður í honum í leiknum. Og þarna jafnar hann leikinn. Já, tekur 2 hólur í röð. Það er fljótt að gerast í gólfinu. Já, þarna sjáum við nokkra afrekskylfinga fylgjast með. Það var gaman að sjá það. Það voru þó nokkur sem gengu með loka úrslitunum, bæði kalla á kvennaflokkinum. Hér erum við komin á 13. braut, 12. braut. 12. braut. Og þarna slær Rúnar sitt annað högg yfir flötina, en hann var heppinn því hann lá ágætlega þarna fyrir aftan flötina. Þetta var ekki það slæm staða. Guðmundur fylgir í kjölfarið og setur hann bara inn á miðja flöt. Já, var svo sem ekkert nálagt pinnanum en í mun betri stöðu en Rúnar, sem að áreindar ágætis vipp inn á flötina þarna, en samt sem áður ekki örugt par. Enn og aftur í svona óþægilegu parpúti. Já, og nú var hann komin allt inn í aðra stöðu, áðan var hann yfir, en nú er þeir orðinni jafni, þannig að nú þarf Rúnar að setja þetta í til að fella hóluna, sem hann nær ekki, og þannig tapar hann 3. brautinni í röð. Og allt í hennu Guðmundur Ágúst komin yfir í leiknum, þar að segja ef hann setur þetta í, sem hann gerir. Flott rispa þarna á Guðmundi, það er mikilvægt að taka þessar rispur á réttu tímapunktum í leikjum. Já, hann er ekki bara ágætt að taka rispur hvena sem er, Jú. eins og í fótboltanum alltaf talað um að skora, er gott að skora á þessum tímapunkt, er ekki bara alltaf gott að skora? Það er samt líklega betra að keyra sig í gang á seinni 9 þegar styttist í að leikurinn klárist. Já, það er alveg rétt. En þetta var, ef það er einhver réttu tímapunktur, þá var hann þarna. Þannig að þarna erum við stödd á 13. brautinni og hún er ansi stutt í þessum vindi, því að þarna sáum við þeir báðir fara inn á flöt í öðru höggi, þetta er sem sagt par 5 braut, og ég heyrði það að Guðmundur Ágúst hefði bara verið með flegiátn í hann högg. Þessi drengi náttúrulega slá svívirlega langt. Já, það vantar ekki, þannig að þeir eru báðir með pút fyrir Erni. Rúnar náði ekki sínum púti í og reyndar ekki Guðmundur Ágúst heldur.
Þannig að þetta fyrir fugli hjá Rúnari. Já, gott bút hjá hann þetta. Og Guðmundur Ágúst var enn nær, þannig að hann fekk öruggan fugl. Þannig að þessi hóla féll af fugli, en Guðmundur Ágúst var ennþá með 1 hólu forskot. Hér sjáum við glæsilegt högg Já, á 14. brautinni í þessum sterka hliðarvindi. Guðmundur Ágúst er bara flottur kylfingur, hann á til að slá alveg frábærlega og hann var greinilega í stuði á Hamarsvelli síðustu helgi. Já, og þó að Rúnar eigi þetta vipp hérna, þar að segja hann var á stuttur í uppásökinu og mjög gott vipp í honum, þá er þetta pút fyrir fugli hjá Guðmundi og hann setur það öruglega í, þannig að hann hleypti Rúnar ekkert nær sér, heldur bara jók við forskotið. Já, nú er hann komin 2 upp, þannig að, og lítið eftir í raunni, það er erfitt að vont allan að missa leikmenn fram úr sér á þessum tímabúti á hringnum. Já, og ég tala nú ekki þegar á 15. brautinni, þegar Rúnar situr í þessa erfiðu aðstöðu að fara yfir hana. Þetta er gríðarlega erfið flöt eins og við töluðum áðan þegar við sáum úr undanúrslitaleiknum. Það er erfitt að hitta hana og sérstaklega í þessum sterka mótvindi og hér sjáum við, þetta er í rauninni, þarna er vindurinn með Rúnari. Já. Og flötin hallar frá honum. Sjáum við að boltinn hann rúlar bara út af flötinni, það er enginlega að stöða boltan hann. Það var alls ekki slæmt vipp hjá honum sko. Og þetta var líka mjög snúið vipp hjá Guðmundi upp á að því að grínið þó nokkuð hærra og hallar allt í rauninni frá honum, en hann gerði þetta vel. Hann er Rúnar komin í vandræði. Þetta er pút fyrir pari hjá Guðmundi sem hann nær ekki en fær skollan. Þá þurfti Rúnar að setja þetta fyrir skollanum. Fekk 2 skolla og tapaði þessari braut, þannig að nú er Guðmundur allt í einu komið með 3 hólu forskot og bara 3 hólur eftir. Já, það er dormi eins og það er kallað. Já, þegar hann getur í rauninu ekki tapað leiknum. Guðmundur. Já, Guðmundur. Þannig að Rúnar þarf að vinna allar 3 síðustu brautnar. En þetta er gríðarlega falleg braut, þessi 16. Það er par 3 hóla slegið inn á eyju og þarna sjáum við að flaggið var íslenski fáninn. Já, skemmtilegt hjá Bornesingum að breyta upp á þessu og það var ungur drengur sem var við hliðin á flötinni. Já, og passaði að fánalögin er nú ekki brotin. Já, þarna stendur hann einmitt því að hann mátti alls ekki, má náttúrulega ekki leggja íslenska fánan á jörðina, þannig að hann greip fánan alltaf leið. En þetta pút þurfti Rúnar í rauninni að setja í til þess að ná alveg öruglega að framlengja leiknum, en hann náði því ekki en ætti að fá parið. Og þetta pút átti Guðmundur fyrir sigrunum í mótinu. Og hann setur þetta glæsilega í og fagnar. Og hann var í rauninni alveg ótrúlega sterkur á þessum seinni 9 hólum. Hann hleypti Rúnari bara ekki að. Já, hann spilaði gríðarlega vel, var sótti grimt og átti sigurinn fyllilega skilinn. Fyrsti sigurinn á Eimskipsmótaröðinu og hann er ekki á lagaratæginu. Þetta er rosalega gaman að vinna Íslandsmót. Það er einhvern veginn, hefur alltaf verið miklu stærra heldur en að vinna bara stigamót. Já, þetta var glæsilegur sigur. Eftir 9 hólur þá átti hann 2 hólur á þig. Hvað gerðist eiginlega þarna í hálfleik? Hann var bara að púta ótrúlega vel á fyrri, ekki alveg vel á seinni og eins og ég ekki að slá mikil færi á fyrri og náði síðan að hóla nokkuð svona klötspút á seinni. Ég vann 10, 11, 12, 13 fjalla bördi og síðan vann ég 14. bördi sem var bara mjög gott innan. Og hér sjáum við fyrstu 3 sætin í Íslandsmótinu í hólukefni. Guðmundur Ágúst, Íslandsmeistari, Rúnar Arnarsson í öðru sæti og Guðjón Hilmarsson í 3. sæti. Og þá förum við yfir í kvennaflokkin. Við sjáum hér hverjar komust í undanúrslitin. Það er Anna Sólveig Snorradóttir á móti Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur og svo Signý Arnórsdóttir á móti Tinnu Jóhannsdóttur. Hér sjáum við einmitt úr leik Ólafíu Þórunnar og Önnu Sólveigar. Ólafía Þórunn úr golfklúbbi Reykjavíkur og Anna Sólveig úr golfklúbbnum Keili. Og það var nú bara eiginlega með nánast alla undanúrslitaleikina. Það var eiginlega engin spenna í þeim. Nei, það var eitthvað minna. Sjáu þarna var svolítið skondið atvik að Ólafía setur í þetta pút og áttar sig ekki á því að hún var búin að vinna leikinn. Nei, hún hefur kannski verið að hugsa meira pútið heldur en sjálfan stöðunni í leiknum. Já, hún var bara svo einbytt, hún ætlaði að arka á næsta teg held ég. En í hinum undanúrslitaleiknum þá er það Signý Arnórsdóttir og Tinna Jóhannsdóttir sem að leiku. Hér eru þær einmitt á 16. brautinni og það var nú nokkuð örugt hjá Tinnu líka þar.
Tinna náði strax góðri fórustu sem hún lét aldrei af hendi og þannig að hún gætt tryggt sér sigurinn hér á 16. brautinni. Og þetta verður rauninni eini leikurinn í undanúrslitunum sem náði svona langt. Já. Þeir kláruðust allir bara á 14., 15. og 16. Og Signý þurfti í raun og vera að setja þetta pút í til þess að ná að framleggja leiknum. Já, hún gaf vel í og þarna reynilega gefur hún hóluna og þar með Tinna komin í úrslit. Já, þannig að þá mættust þær aftur Tinna Jóhannsdóttir og Ólafía Þórunn Kristinsdóttir sem hafa nú mæst oft á vellinum og eldað grátt silfur saman. En hérna sjáum við að Ólafía Þórunn vann sem sagt Önnu Sólveigu 6-5 og meðan Tinna Jóhanns vann Signíu 4-2. Já, öryggir sigrar þarna. En hér erum við komin á fyrstu brautina í úrslitaleiknum. Þá misti Tinna annað höggi sitt vinstra megin út í vatn eða út í vatnstoffaru. Þurfti hún sérst að taka víti. Þannig að þetta var hennar fjórða högg inn á flötina og meðan þetta var þriðja högg Ólafíu Þórunnar. Já, hún tryggir skolla þarna. Þannig að nú þarf Tinna að setja þetta niður til þess að fella hóluna. En hún náði því ekki, þannig að Ólafía Þórunn vann fyrstu brautina og er komið þá með eina hólu upp. Þá er það önnur brautin, þessi par 3 hóla sem að þessi með sterka hliðarvindinum. Já, var hans að stutta þann Ólafía, þannig að boltinn fór hans tilbaka. Þá var það Tinna og hún átti ansi gott uppásök á annari brautinni. Já, hann var heppið með lendinguna hann. En boltinn, sjáu þau kannski að grínið eða flötin eins og það heitir á íslensku, hún er á 2 pöllum. Þannig að boltinn rann aðeins frá hólunni. Já, og Ólafía tryggir nú ekki vippið, það er að segja parið. Nei, Tinna gerir vel. Fekk örugt par og þá þurfti Ólafía að setja þetta pút í til þess að láta hóluna falla, en það náðist ekki, þannig að Tinna jafnaði á annari. Já, lendi svo í talsverðu vandræðum á þriðju braut. Já, hún misti boltan vinstra megin út á brautinni og náði bara rétt að koma sér inn á. Þetta var hennar fjórða högg sem við sáum þarna úr karganum. Þannig að þetta var pút hjá henni fyrir skolla og til þess að fella brautina. Og það náðist ekki í, þannig að Ólafía vann og var aftur komið fórustu. Þá er það fjórða brautin. Annað höggi hjá Tinnu. Undan vindinum. Þetta er nú bara nokkuð vel gert hjá Tinnu þarna. Já, mjög vel gert. Lenti honum eiginlega bara akkurat á réttum stað, þannig að hann stoppaði, þannig að hann var aðeins fyrir utan flötina. Hann nýtti völlin vel. Já. Og Ólafía með bara nokkuð gott högg líka, þannig að þær eru báðar hann í ágætis fuglafæri. Já. Ólafía reyndi fyrstu fuglinn sinn, en þetta er allt og lítið. Gaf þessu aldrei séns. En Tinna gaf nú eiginlega aðeins of mikinn séns og setti sig eiginlega í nokkuð erfiða stöðu, enda mist hún parpútið. Já, hann er vantarlega ósátt með sjálfan sig hann að missa svo gott færi að komast yfir. Já, í raun og veru það sem hún átti möguleika að komast yfir, þá tapaði hún hólunni og allt í einu komin 2 hólur niður. Þá eru komin á 5. brautina. Hún á Tinna á ágætis inn á högg, en Ólafía fór út fyrir brautina hægra megin og þurfti að taka víti. Þannig að hún þurfti að taka sitt 3. högg þar. En náði nú að gera ágætlega úr þessari stöðu og kom sér inn á flöt, en með nokkuð langt pút. Já, Tinna klálaði með yfirhöndina hann á þessari hólu. Þetta var þá 4. höggi hennar Ólafíu og hún gaf nú bara vel sénsinn þarna. Já, hún er alltaf að rúlla þessu bara í. Já, meðan Tinna í raun og veru tryggði sér parið og náði að vinna eina hólu tilbaka. Þannig að þá var staðan Ólafía átti þá eina hólu eftir 5. Á 7. braut þá var þetta nú annað höggi hjá Tinnu, kom sér nú ekkit í sérstaklega góða aðstöðu þarna. Nei, og röngum megin á flötinni. Já, þetta er erfitt pút þaðan. Þó að Ólafía sé sömu megin, þá er nú aðeins nær. Já, það er mikið brot í þessari löt. Það voru helst að slá á réttu staðarætti þess að eiga möguleika á fugli. Já, þetta er nú ekkit slæmt pút hjá Tinnu, en hún ásamt eftir þannig rúman metir. Það er ekki vegalengdi sem maður vill eiga.
á meðan Ólafía tryggir sitt par. Já, Þá er það parpúti hjá Tinnu, en hún smellir þessu bara í þó að þetta sé ekki þægilegsta vegalendin. Þannig að þetta var fyrsta holan til að falla og Ólafía var enn með einsólu forskot. það lendum við í smá vandræðum á 7. braut, erfið par 5 braut. Ólafía að slá þarna 5. högginu sínu inn á flöt, gerir þetta nú bara býsna vel. Já, og er svona nokkuð örugg með skollan, en enga síður er þetta óþægileg vegalengd. Og með þetta er parpútið hennar Tinnu, sem hún nær ekki, og hún kannski var ekki að púta sérstaklega vel í þessum úrslitaleik. Á meðan Ólafía setti niður sitt skollapút og felldi hólana. Þá erum komin á 8. braut og hér átti Ólafía einstaklega gott uppásögg. Svo við sáum áðan í meðvindinum, það er erfitt að stoppa boltan og þrátt fyrir þetta frábæra högg þá laka nú áfram alveg nánast endalust, en í ágætis fuglafæri á meðan Tinna var á stutt í uppásögginu og átti þetta inn á högg og náði Hefðir þurft að setja þetta niður til þess að fella hóluna? til að eiga séns, og í rauninni gaf hún brautina þannig að því að Ólafía mátti 3 púta. Þá erum við komin á 9. braut. Þar voru báðar aðeins og stuttar í öðru högginu. Tinna vippaði en Ólafía pútaði og kom sér samt hvoruð þeirra neitt sérstaklega nálagt. Já, báðar í smá vandræðum hana. Tinna missir parpútið og hann gætt Ólafía sem hún gerði komið sér, í 3 hólu forskot. Þetta var, hún setti svo sem ekki í mörg löng pút í þessum leik, en þetta var mjög gott pút hjá henni. Þá er það 10. brautin afsakið, par 3 hólan sem var nú í nokkuð sterkum meðvindi. Já, hann stutt þessu braut, en hann nú talsveit er þetta að hitta þessa flöt. Já, miðað við það í þessum úrslita leikjum báðum í kalla- og kvennaflokkinu, þá þetta voru bestu höggin. Já, Sem voru nú ekkit sérstaklega nálagt, en allavega inn á flötina, en nokkuð löng pút eftir fyrir fugli, og þetta gerir nú Ólafía ágætlega og það var að Tinna, en þetta var nú ekkit sérstaklega góð stefna hjá henni. Kom sér í vandræði og skildi eftir óþægilega vegalengd, þannig að hún misti parpútið en Ólafía og líka. Ólafía líka. Þannig að þessi hóla fjall á skolla. Já, þannig að Ólafía var ennþá með 3 hólu forskot, en hún misti uppásökið á 11. brautinni út hægra megin og tók víti, sló þá sínu 3. höggi þaðan, á meðan Tinna þetta var annað höggið hennar inn á flötuna, nokkuð gott högg. Já, komin í fína stöðu þarna til þess að vinna hólu tilbaka. Þetta er 4. högg Ólafíu, því að hún droppaði boltanum eða lét hann falla í nokkuð erfiða stöðu. Þannig að þetta er fuglapút hjá Tinnu sem verður ekki í, en tryggir parið. Já, þannig að hún vinnur þessa hólu. Og minkar forskot Ólafíu niður í 2 hólur. Þá er það 12. brautin eins og við sjáum þarna. Tinna misti annað höggið sitt nokkuð langt til hægri, þannig að þetta var hennar 3. högg, á meðan Ólafía var í 2 inn á flötinni. Það mátti ekki miklu munu þannig. Nei, hún tryggir þetta par og þá Tinna krefjandi bút eftir til að fella hóluna. Þetta var nú eiginlega ekki sérstaklega nálagt að fara í. Hún var svona stundum, kom af og til á hringnum að stefna var ekki alveg í lagi hjá henni í þessum aðpútum. En þá er það 13. brautin, par 5 hólan sem var nokkuð stutt í þessum vindi. Þetta var annað höggið hjá Ólafíu. Og þá slær Tinna inn á flötuna og kemur sér bara í mjög góða stöðu. Þetta er algjörlega frábært högg hjá henni og sjáu þið, hann er ekki ennþá hættu boltinn. Það má litlu muna að hún skelliði þarna í örn. Já, þetta var 3. högg Tinnu. Þannig að Ólafía þurfti í rauninni að ná að tryggja þetta til þess að fella hóluna. Þetta er nú ekki alveg trygging og ekki vildi boltinn í.
þannig að aftur nær Tinna að minnka munin niður í 2 hólur. Já, þá vindum við okkur yfir á 14. brautina sem er par 3 braut. Já, Tinna misti uppasökið aðeins til hægri en við sáum mjög gott höggja henni þarna innað og Ólafía lendi í glompunni og ekki var þetta nú síra. Nei, þetta er algjörlega frábært högg. Við sjáum hann ekki þarna en ef þú horfir hinum megin á flötuna þá er þetta nú ansi djúpur og erfið glompa. Já, og Tinna átti gott pút þarna og bjargaði parinu og Ólafía fekk sitt pút gefið þannig að þessi hóla féll á pari. En þá erum við komin á 15. brautina. Tinna sló öðru högginu sínu í vatni þar. Þannig að þetta var 4. höggið hennar. Já, dýr mistök þarna, vantarlega ekki vilja að missa högg á þessum tímapunkti í leiknum þegar hún þurfti að sækja og vinna hólur. Já, verandi 2 hólur niður eða undir. Og Ólafía lendir í svipaðri aðstöðu og Rúnar áðan. Já. Fer aftur fyrir flötina og þetta var með vindi og flötin hallaði frá henni þannig að það var erfitt að stoppa hann enda fór hann í glompuna en hún gerði þetta afburðavel tilbaka. Tinna missir skollapúti sitt á meðan Ólafía setur í sitt fyrir 2 skolla og fellir hóluna. Já. Þannig að hún er ennþá með 2 hólu forskott. Dýrt hjá Tinnu að nýta ekki mistökin hjá Ólafíu þarna. Já. Og gera sjálf mistök. Þannig að hún er í erfið stöðu þegar það lítið eftir. Þetta er uppásækið hjá Tinnu á 16. Og það er nú gaman, það er nú ekki dvola margar par 3 brautir á Íslandi sem eru svona eyjur sem maður slær inn á. Þetta er náttúrulega algjörlega einkennismerki Hamarsvallar og alltaf gaman að spila þessa braut. Gríðarlega falleg, þetta er enda stór og falleg flöt og ekki mjög löng hóla en gríðarlega falleg. Gaman einmitt að hafa íslenska fánan hana. Já, algjörlega. Þarna nær Tinna að tryggja parið sitt þannig að Ólafía þurfti að setja þetta pútt í til að fella brautina nær því ekki þannig að þarna minkar Tinna forskoti niður í 1 hólu. Já, allt í henni kom bara æsir spennandi stað upp í þessum leik. Já, Ólafía á ágætis innahögg inn á 17. brautina en Tinna með bakið upp í vegg þarf að gera eitthvað gott og gerir það. Í rauninni kemst þetta er mjög gott högg hjá henni og kemur sér í ágætis fuglafæri. Kemur sér í mjög góða stöðu. Þannig að pressan var á Ólafíu þarna og hún með fuglapúti sitt gerði sér lítið fyrir og smelti því í. Já, algjörlega frábært pút. Já, og hún sagði að það hefði verið þó nokkuð brotið þessu eftir á. Þannig að þarna setur hún alla pressuna yfir á Tinnu. Tinna þarf að setja þetta púti í til þess að framlengja leiknum og það mátti ekki miklu muna. Nei. Og þar með var ljóst að Ólafía er Íslandsmeistari í hólukefni í annað sinn á 3 árum. Þessi hringur var ekki alveg jafn góður á í morgun en þetta var alveg ágætt. Það var náttúrulega búið að bæta eins í vindinn og það er erfitt að eiga við það stundum en ég átti margar góðar hólur og nokkrar slæmar. Þú varst nú yfir meir og minna allan leikinn? Ég held ég að vera yfir allan leikinn, já. Þannig að var þetta nokkuð tíman í hættu? Nei, þetta var ekkert í hættu, þetta bara, ég gerði þetta svolítið erfiðara en hefði þurft að vera. Ég misti stuttpúkt á 10. og svo sló ég vatnið á hana 15. og það var bara óþarfi. En hvernig finnst þér þessi völlur vera? Þetta er geðveikur völlur. Ég var alveg til í að sjá 1 mót á ári hérna. Hann var í frábæru standi. Og hér sjáum við 3 efstu kylfingana í kvennaflokki. Ólafía Þórunn er Íslandsmeistari, Tinna í öðru sæti og Signý Arnórsdóttir í 3. sæti. Næsta mót á Eimskismótaröðinni er sjálft Íslandsmótið í höggleik sem framfer á Korpúlfsstaðavelli eftir tæpan mánuð. Við þökkum kærlega fyrir okkur.